615. fundur bæjarstjórnar Reykjanesbæjar, haldinn í Hljómahöll, þriðjudaginn 7. september, klukkan 17 hér með settur. Mættir eru bæjarfulltrúarnir Anna Sigríður Jóhannesdóttir, Baldur Guðmundsson, Eydís Heinze, Halldóra Fríða Þorvaldsdóttir, Friðjón Einarsson, Gunnar Þórarinsson, Gunnar Felix Rúnarsson, Jóhann Friðrik Friðriksson, Margrét Sandes og Guðbrandur Einarsson og Hrefna Gunnarsdóttir ritar fundargerð. Bæjarstjóri vor fjarstaddur vegna fundar bæjarstjóra í Vestmannaeyjum og hefur verið þar í dag og á morgun. En það eru 7 mál á dagskrá þessa fundar. En þau eru fundargerð bæjarráðs frá 27. ágúst og 2. september. Númer 2 er fundargerð umhverfis- og skipulagsráðs frá 3. september. Númer 3 fundargerð stjórnar Reykjaneshafnar frá 27. ágúst. Númer 4 fundargerð barnaverndarnefndar frá 30. ágúst. Númer 5 fundargerð íþrótta- og tómstundaráðs frá 31. ágúst. Númer 6 fundargerð fræðsluráðs frá 3. september og númer 7 er menntastefna Reykjanesbæjar 2021-2030 og í dag fer fram fyrri umræða menntastefnuna. En ágætu bæjarfulltrúar, okkur geta vanbúnaði að fara að keyra af stað í dagskrána og við tökum þá fyrsta lið á dagskrá sem eru fundargerðir bæjarráðs frá 27. ágúst og 2. september orðið laust. Gunnar Felix gerir svo vel. Virðulegi forseti, aðrir viðstaddir. Ég kemur undir lið 1 í fundargerð bæjarráðs frá 2. september, fjárhagsáætlun. Ég fagna þessari bókum meirihlutans að fela bæjarstjóra og framkvæmdastjórn að fara í samráði við stjórnenda og starfsmenn, allar stofnana og deilda, ítarlega í gegnum alla starfsemi Reykjanesbæjar, með það að markmiði að leita leiða til sparnaðar og hagræðingar í rekstri sveitarfélagsins. Miðflokkurinn tekur heils hugar undir þessa bókun og ég vil árétta að ég hef ekki atkvæðisrétt í bæjarráði þar sem ég sitt sem áheyrendafulltrúi. Loksins er meirihlutinn farinn að gera sér grein fyrir hversu alvarleg staðan er, en allar viðvörunarbjöllur kviknuðu við gerð síðustu fjárhagsáætlunar. Halda þar vel á fjármálum bæjarins á næstu mánuðum og má ljóst vera að rekstur bæjarins er í jöfnum. Ekki var hlustað á athugasemdir Miðflokksins við fjárhagsáætlanagerð 2021. Ég er margsinnis bent á að nauðsynlegt er að hagræða stjórnsýslu bæjarins sem blásið hefur út í tíð meirihluta, framsóknar meirihluta og beinna leiðar. Tekjufall bæjarins er mikið eins og raun ber vitni að útgjöld aukast á sama tíma þarf að hagræða. Að þessu sögðu þá vil ég koma einnig undir lið 3 í fundargerð bæjarráðs frá 27. ágúst, verkefnastjóri fræðslu og vinnuverndar. Tillaga var gerð að ráðningu í nýtt stöðugildi og verkefnastjóra í fræðslu og vinnuvernd frá og með 1. október samkvæmt minnisblaði. Mannauðsstjóra ég samþykki fundargerð bæjarráðs frá 27. ágúst en sit hjá varandi þennan lið í ljósi aðstæðna. Ég óska þess að þetta verði bókað. Takk. Takk fyrir þetta, Baldur Guðmundsson gerir svo vel. Virðulegi forseti, góðir bæjarfulltrúar og gestir. Við erum að rýna núna fjárhagsáætlun næsta árs og næstu ára og orðið nokkuð ljóst að okkur er vandi á höndum. Skatttekjur hafa dregist saman í þessu skrýtna árferði og þessu ástandi sem við erum að fara í gegnum og margir óvissu þættir. Þess vegna verðum við að
anda mjög rólega þegar við förum inn í þessa áætlanagerð og velta við öllum steinum og skoða hvert einasta mál. Við viljum aðeins tjá okkur líka, eins og fyrir ræðumaður, þessi mál og þá sérstaklega þetta mál númer 3. Og hefst þá lestur á bókun sem við ætlum að leggja fram, bæjarfulltrúar Sjálfstæðisflokksins. Bæjarfulltrúar Sjálfstæðisflokksins fagna því að álagningarstöðull fasteignaskatts muni lækka á næsta ári til að mæta hækkun fasteignamats. Hins vegar veldur það þungum áhyggjum að sú fjárhagsáætlun sem nú er unnið að bendir til þess að verulegur halli verði á rekstrinum næsta árið og því skýtur það skökku við að samþykkja í næsta dagskrárlið að bæta við einu stöðugildi á stjórnsýslusviði. Nær hefði verið að vísa málinu til fjárhagsáætlunargerðar í takt við þá bókun sem samþykkt var á næsta fundi bæjarráðs 2. september síðastliðinn. Við erfiðar aðstæður síðasta árið hefur orðið samdráttur í tekjum bæjarins á sama tíma og gjöldin hafa aukist. Frá því síðasta fjárhagsáætlun var samþykkt hafa borist beiðnir viðauka nánast að hverjum einasta fundi bæjarráðs og nú er svo komið að við verðum að hægja hans á og lítið við sviðið og kanna hvaða möguleika við höfum til að hafa heimil á útgjaldaaukningunni. Þó kosningar séu framundan getum við ekki tekið þátt í að kaupa inn atkvæði með auknum byrðum á bæjarsjóð. Og undir þetta ætlum við að skrifa Anna Sigríður Jóhannesdóttir, Baldur Þór Guðmundsson og Margrét Ólöf Sanders. Þá hef ég lokið málinu minni í bili. Vel. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Við langar aðeins að fara hérna yfir nokkur atriði í fundargerðum bæjarráðs. Ætla að byrja á fundargerð 27. ágúst síðastliðnum fyrir sömu sem bæjarfulltrúar hafa verið að tala hérna. Það er fjárhagsáætlunin 2022-2025 og tekið undir allt það sem menn hafa sagt. Við erum það er ljóst að tekjufall sveitarfélagsins er mikið og stefnir í umtalsvert tap á þessu ári, þó að það sé aðeins minna en við kannski áætluðum í upphafi. En við vonumst nú til þess að tekjurnar verði meiri heldur en við gerum ráð fyrir seinni hluta ársins og er ýmislegt sem bendir til þess, þannig að tapið verður kannski aðeins minna en vonir stóðu til. Það er erfitt á þessum stundum að gera fjárhagsáætlun. Ekki viljum við fara í mikið niðurskurð en alveg ljóst að við þurfum að vanda til verka í þessu. Við höfum gert það áður og það er ekki svo að þetta sé nýtt verkefni fyrir okkur. Þetta er það sem við höfum gert á undanförnum árum og bæjarstjórn hefur verið sammála þær aðgerðir að mestu leyti og ber að þakka fyrir það. Ég þakka líka fyrir þann áhuga sem bæjarfulltrúar sýna með því að ræða þetta hérna, að vinna við fjárhagsáætlun og að við leitum allra leiða til að nýta fjármagn sem best. Við á sama tíma sem bæjarstjórn tekur ákvörðun það að lækka fasteignastöðulinn, þá tala menn útgjaldaaukningu en þarna voru 60-80 milljónir sem við vorum að sleppa í tekjur á sama tíma okkur vantar pening. En þarna var bæjarstjórn að reyna að koma til móts við íbúa með því að lækka stöðulinn sem við höfum gert undanfarin 6 ár og eitt fárra sveitarfélag á Íslandi sem hefur lækkað stöðulinn á skattheimtu til fyrirtækja. Og er þetta gert í því skyni að reyna að auðvelda fólki og fyrirtækjum að lifa almennilega af þessar hremmingar okkar. Við höfum líka séð annað gerast hjá okkur sem er öllu alvarlegra. Það er aukning langtíma veikinda hjá sveitarfélaginu, umtalsverð aukning. Lætur nærri að þetta hafi farið úr 50-60 milljónum ári upp í 170 milljónur ári og þess vegna var ákveðið að heimila mannauðsstjóra að ráða nýjan starfsmann, verkefnastjóra fræðslu og vinnuverndar, einmitt í því skyni að reyna að koma til móts við þennan þátt starfsins
koma í veg fyrir langtíma veikindi og reyna að það er ljóst að ef það tekst hjá okkur þá spörum við laun þessa starfsmann mjög fljótt. Þess vegna taldi bæjarráð nauðsynlegt að ráða í þetta starf frá með næstu mánaðamótum eingöngu til þess að reyna að koma í veg fyrir þessi langtíma veikindi og bæta kjör fólks sem nú þegar er að vinna hjá okkur. Það var nú aðal ástæðan fyrir þessu og er ég ánægður með það að við skulum taka þá ákvörðun. Mannauðsdeildin hefur verið mjög lítil hjá okkur og ekki veitti af að bæta þar inn. Líka vegna þess að mannauðsdeildin hefur í dag tekið yfir allar ráðningar og kostnaður við ráðningar starfsmanna á undanförnum árum. Þar sé aðkeypt vinna hefur lækkað verulega og lætur nærri að starfsmenn hafa unnið upp allan kostnað sem var samfara því að ráða nýja starfsmenn. Þannig að því ber nú að fagna. Ég vil líka kannski í næstu fundargerð sem er frá 2. desember, þar sem við 2. september sem við ræddum fjárhagsáætlanagerðina og þessa bókun sem samþykkt var í bæjarráði, að það er líka ljóst að með því að tala svona til starfsmanna og umhverfisins að þá erum við að láta vita af stöðunni og raun og veru óska eftir samstarfi við alla starfsmenn, hvernig við getum gert hlutina betur, að því að eðlilega hafa starfsmenn mikið metnað fyrir starfinu sínu og vilja bæta í og hrósa í þeim fyrir það. En á sama tíma þá þurfum við sem sitjum í þessum stólum okkar að bera ábyrgð og hjálpa þessum stjórnendum að velja það sem hægt er að gera og hvað ekki. Það hefur á köflum verið bil á milli stjórnmálamanna og embættismanna og oft á tíðum að þá höfum við kannski ekki, þar að segja stjórnmálamenn ekki verið nógu duglegir að heyra í og tala við og heimsækja stofnanir bæjarins. Það er til dæmis mjög sjaldgæft að bæjarfulltrúar fari í stofnanir bæjarins og heimsæki og tali við fólk, þar sem fólk getur talað opinskátt við hvort annað. Og stundum áttum við ekki á hversu víðtæk starfsemi sveitarfélagsins er orðin. Núna í sumar voru 1200 rúmlega starfsmenn hjá sveitarfélaginu. Þetta er gríðarlega fjöldi og þetta er með stærri fyrirtækjum. Og ég held að sé gott að bæjarfulltrúar tali við sem flesta á næstu vikum og mánuðum, þannig að menn gerist sér almennilega grein fyrir þeirri starfsemi sem fari fram í hinum ýmsu stofnunum, til að mynda íþróttahúsum, sundlaugum, skólum og menningarstarfsemi. Það þýðir líka það að þegar við vinnum í þessari fjárhagsáætlun þá þurfum við að hafa bein í nefinu til að segja nei. Nú munu óskir ýmsar framkvæmdir frá samfélaginu dynja á okkur, ný íþróttahús eða nýjir vellir eða aukin starfsemi eða hvað eina sem það er. Allt er þetta nauðsynlegt og við þurfum bara að geta staðið í fæturna allir sem einn að standa vörð fjármál sveitarfélagsins. Við viljum ekki fara þangað sem við vorum áður, við þekkjum öll hvernig það er að vera þar, við ætlum ekki að fara þangað. Við líka nefna það hérna að nýtt hjúkrunarheimili við Nesvelli er komið af stað eftir dálítið langan biðtíma hjá okkur. Það er ár síðan við skrifum undir samninginn við ráðherrann. Og loksins eftir langan biðtíma þá er þetta farið af stað hjá okkur og ég hlakka mikið til að sjá afraksturinn af því. Það verður margt að gerast hjá okkur á næstu árum. Við erum að fara að byggja stórt og mikið íþróttahús og sundlaug í Njarðvík. Við erum að fara að taka í gegn nokkra skóla og við erum að fara að byggja bryggju sem fyrir mikla starfsemi sem þar verður í Njarðvík á næstu árum. Þannig að það er ekki þannig að fjárfestingar detti niður eða hverfi. En halda þar fast á spilunum og það sem nefnt var hérna áðan að það eru
kosningar framöndan og þá hefur nú stundum verið tendens til að fara að rjúka af stað og gera eitthvað en við skulum vona að við berum gæfu til þess að gæta þess að það verði ekki. Annað sem ég vil nefna að nú getið öll farið að æfa golf inni, hvet ykkur til að taka golfkýlurnar. Ég veit að sumir hérna eiga golfkýlur en hafa lítið slegið undanfarið. Þeir þurfa að mæta núna fljótlega í gömlu slökkviðstöðina en það er aftur golfklubbstöðinu sem fara að gefa kost á því að slá innandyra og beini þessu sérstaklega til bæjarfulltrúa Miðflokksins. En takk í vilji. Jóhann Friðrik, gjörðu svo vel. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Það er alltaf gaman að koma á bæjarstjórnarfundi. Mér heyrist nú minnihlutin verið komin í meiri kosningagír heldur en meirihlutin hér. En ég vil taka undir það sem hefur komið fram. Auðvitað er mjög mikilvægt fyrir okkur að gæta aðhalds í rekstri sveitarfélagsins. Við erum auðvitað að glíma við eftirköstin af COVID og verðum eflaust að gera það á næstu árum í rekstrinum. Þannig að við þurfum að forgangsraða rétt. Og það er rétt sem kemur hérna fram að það var ákveðið það að ráða mannúðs- og vinnuverndar fulltrúa hjá Reykjanesbæ. Og það kemur nú ekkert endilega til að góðu, það er bara meira álag á starfsmönnum sveitarfélagsins. Og ég tók ekki þá ákvörðun að flýta því, ef að svo má segja, í staðinn fyrir að vísa því til fjárhagsáætlunar til þess að kaupa mér atkvæði. En ef að það veldur því að það má hlúa betur að heilsu og vinnuvernd starfsmanna bæjarfélagsins, þá kannski verða úr því einhver atkvæði. Ég veit svo sem ekkert um það. En staðan er svo að það skiptir okkur máli að hlúa vel af starfsemi sveitarfélagsins og þá erum við fyrst og fremst að tala um starfsmennin okkar. Það hafa verið veikindi og við vitum bara hvernig COVID hefur komið inn í samfélaginu. Það ætti ekki að koma neinum á óvart og við verðum að glíma við eftirköstina því í samfélaginu á næstu misserum. Hvað varðar fjárhagsáætlun og hvernig við stiltum henni upp fyrir ári síðan, þá verð ég að minnast á það að ég man ekki eftir neinum sérstökum aðhaldsaðgerðum eða tillögum frá Miðflokki. Það má vel vera með misminnir, en það lá alveg fyrir að við værum að glíma við gríðarlegt tekjufall sveitarfélagsins og við reyndum að hafa borð fyrir báru og mér sýnist á öllu við séum að koma aðeins betur undan þessu COVID-ári heldur en við gerum ráð fyrir. Það breytir ekki því að við þurfum að gæta aðhalds og þess vegna tók ég undir þessa bókun í bæjarráði eins og bæjarfulltrúar sem þar sitja gerðu einnig. Nú ágætu bæjarfulltrúar, það liggur fyrir að sú vinna sem við erum að fara í á næstunni og erum reyndar höfum hafið nú þegar, er að reyna að skila af okkur vinnu við fjárhagsáætlun næsta árs og það verður eins og alltaf úr vöndu að ráða hvar við eigum að forgangsraða fjármunum. Það var tekið svo ákvörðun að lækka álagningarstuðla í bæjarráði og það var gert vegna þess að við höfðum smávægilega borð fyrir báru þar. Við gátum skila því til fyrirtækja og íbúa. Því að fasteigna mat hefur hækkað hér ár eftir ár eftir ár. Og þessi meirihluti hefur lækkað álagningarstuðul að ég held 3 ef ekki 4 ár í röð. Og það hjálpar til. Það hjálpar til svo að fólk geti náð endum saman. Ég hlakka til þessari vinnu. Ég vona það að bæjarfulltrúar komi þá með skýrar og góðar tillögur inn í þá vinnu. Það er alltaf pínu ódýrt að segja við lögðum til meira aðhald en við komum ekki með neinar tillögur að því. Ég held að það sé mjög mikilvægt að við getum þó tekið málefnalega umræðu þær tillögur hér í bæjarstjórn og leitt þær til lykta. Takk. Ágætu bæjarfulltrúar, ég sé ekki að
Það er fleiri óskað eftir að taka til máls í bíli allavega, en mér langar að leggja nokkur orð í belg varðandi þessa bókun sem að bæjarfulltrúi Miðflokksins er hér að leggja fram. Margt ágætt í henni og ég gleðst yfir því að Miðflokkurinn skuli taka undir þessa samþykkt bæjarráðs, því að við erum að glíma auðvitað við erfitt ástand og flókna hluti. Ég held að fá sveitarfélög hafi þurft að taka við stærri áskorun út af þessu COVID en einmitt Reykjanesbær. Þannig að ég fagna því að sjálfsögðu. Ég velti hins vegar fyrir mér þegar að þegar í bókuninni stendur að loksins sé meirihluti farin að hlusta á bæjarfulltrúa Miðflokksins. Mér langar bara að minna á það að í fjárhagsáætlun fyrir árið 2021 þá átti ég einhverjum greinaskrifum við bæjarfulltrúa Miðflokksins sem að óskaði eftir því og lagði það til og sagði okkur vera falsa fjárhagsáætlun. Við varum að setja fram allt og lága tölu í fjárhagsáætlun sem var endar alveg risastór, 2,4 milljarðar mínus. En miðað við einhverja forsendur sem að hún hafði átti þetta að vera miklu hærra. En niðurstaðan er bara svo, af því að við hlustuðum ekkert á bæjarfulltrúa Miðflokksins. Niðurstaðan er svo að við erum búin að bæta við inn í þessa fjárhagsáætlun viðaukum meðalansenninn á fræðslusvið upp á 300 milljónir. Og það var bara ekki hjá því komist vegna launabreitingar sem að höfðu átt sér stað og við svo sem vissum af og allir meðvitaður um. Við jukum líka fjármuni í malbyggunarframkvæmdir upp á 130 milljónir. Þannig að viðaukarnir okkar og svo eitthvað pínlítið til viðbótar, viðaukarnir við þessa 2,4 milljarða sem við vorum með, þá var áætlunin komin upp í tæpa 3, en útlitið núna, samkvæmt fyrirliggjandi gögnum, getur verið það að í staðis að við séum með 2,4 milljarða í mínus, að við verðum undir 2 milljörðum. Ég veit ekki hversu mikið, vonandi eins mikið og hérna, bara vonandi verður það bara mikið, en niðurstaðan er sem sagt þessi að þessi bjartsýna spá sem að Miðflokkurinn var að halda fram að við vorum að setja fram, hún er bara miklu bjartsýnni. Niðurstaðan verður bara betri heldur en það sem við lögðum fram. Og mér langar líka að nefna hér að því að við erum að ræða hér fasteignaskatta og gleðjast yfir því að við séum að lækka þá. Jú, það er auðvitað gleðiefni að við séum að koma til móts við íbúa hvað þetta varðar, af því að fasteignaskattar eru auðvitað bara eins og aðrir skattar íþyngjandi, en þetta er bara eina fáum tekjuöflunar leiðum sveitarfélaga að nýta sér, annars vegar útsvar og síðan fasteignaskattar. Við megum ekki gleyma því að við erum með allt annars, við erum alltaf að segja að það eru miklu lægri fasteignaskattar í Reykjavík. Við megum bara ekki gleyma því að í Reykjavík eru bara stærstu fyrirtæki landsins, stærsta atvinnuhúsnæði landsins, það er staðsett á höfuðborgarsvæðinu. Við höfum þetta ekki einu sinni flugstöðina, hún er í Suðurnesjabæ. Þannig að þrátt fyrir það að stöðullin sé lægri í Reykjavík, þá er bara húsnæðisuppbygging allt önnur þar. Og þeir hafa bara verulega tekjur langt umfram okkur, bara vegna þess að fyrirtækinu eru staðsett í Reykjavík. En við þurfum auðvitað að bara hugsa það, ætlum við að nýta þá tekjustofna sem að okkur er skaffað, eða ætlum við að skera þá niður og skera þá niður þjónustu. Talandi þetta bákn alltaf, það er nú orðin einhver svona lenska að tala báknið. Man eftir ég var strákur, þá held ég að Sjálfstæðisflokkurinn hafi verið með þetta báknið burt. En fyrir mér, þegar
þegar að hægri menn segja sko bákn, þá er verið að tala, í mínum huga, að það sé verið að tala niður, að skera niður velferð. Og ég ætla ekki að vera þar. Ég er alveg tilbúin til þess að við skoðum það með hvað hægt við gerum hlutina. Getum við gert á annan hátt? Og við, í mörgum tilfellum, við erum sýnt og heilagt að skoða, velta fyrir okkur tækni framförum, bættum einhverjum verkferlum. En það hefur svo sem ekkert skilað okkur. Þannig að ég er tilbúin til þess að horfa á þetta, en ég er ekki tilbúin til þess að fara að skera niður þjónustu. Ég ætla ekki að vera þar. En ég er tilbúin í þess að vegferð að við skoðum möguleikann á því að ná árangri og bæta kannski þá verkferðla sem til staðar eru. Við sáum það, við ákváðum það til dæmis að fara í samræður við Heilbrigðisstofnun Suðurnesja þá verkferðla sem giltu í þjónustu við aldra fólk á svæðinu. Niðurstaðan úr því var sú að útgjöld okkar jukust. Það var niðurstaðan. Við ákváðum líka að skoða velferðarsviðið vegna þess að álag á velferðarsviðið er bara mikið. Niðurstaðan úr því var að útgjöld jukust. Við bættum við starfsfólki til þess að geta sinnt þeim verkefnum sem nauðsynleg í sveitarfélaginu. Þannig að við þurfum líka bara að vera tilbúin til þess að horfa á hvaða möguleika höfum við til að afla tekna. Oft þegar maður skoðar samanburðinn á Reykjanesbæ og öðrum sveitarfélögum í árbók sveitarfélaga, þá sér maður það, hvað eru önnur sveitarfélög að eyða í tiltekin verkefni og tiltekna þjónustu. Það sem hefur verið erfitt fyrir okkur að við erum að borga kannski meiri vexti heldur en mörgunum sveitarfélög. Og á því þurfum við að vinna með einhverjum hætti. Orðulaust, Gunnar Þórhallsson gerir svo vel. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar og gestir. Mig langar til að koma aðeins inn í þessa umræðu þar sem við erum að fjalla fjármál sveitarfélagsins. Jú, það er að vísu rétt að við höfum orðið fyrir talsverðum skakkaföllum vegna COVID, en það hafa íbúarnir líka gert. Og það er því brýnt að mínu mati að fara með hófi í það að auka álagningu á fólkið. Það er brýnt að huga að því hvernig er hægt að spara í þessu sveitarfélagi. Það er að segja sveitarfélagið og sveitarstjórnin þarf að huga að öllu sem hægt er að finna til þess að spara. Og það er kannski hægt að gera betur heldur en hér er talað miklu betur að mínu mati, og ástæða til þess að vekja athygli á því að íbúarnir munu ekki ná vopnum sínum fyrir einhvern tímann á næsta ári í fyrsta lagi. Þannig að það þarf að taka tillit til þess. Nauðsynlegt. Takk fyrir Gunnar. Margrét Sanders. Forseti, bæjarfulltrúar, góði gestir. Í byrjun langar mig að nefna það og nefna það við forseta að þráttur að hann sé ekki í viðreisn í bæjarstjórn, þá er hann í viðreisn til alþingiskosninga og viðreisn skilgreinir sig hægra megin við miðju. Og hann sagði þið hægri menn. Ég ætla að bjóða þig velkomin aðeins hægra megin. Þannig að ég held að það sé ekki rétt hjá því, ég held að við séum bara samstíga því að við viljum bákni burt en það er ekki sama hvernig það er gert. Varðandi ráningu vinnuverndar eða fræðslu og vinnuverndar-fulltrúa eða verkefnastjóra fræðslu og vinnuverndar, þá langar mig að nefna eitt
og það er áhugavert að spóla tilbaka og skoða bæjarstjórnarfundi þar sem að umræða var ráðningu lýðheilsufulltrúa. Það átti bæði að vera innan sveitarfélags og utan sveitarfélags og þar var nefnt veikindi starfsmanna Reykjanesbæjar. Síðan var vinnuráðgjafi færður til mannauðssviðs Reykjanesbæjar og þar var líka talað veikindi hjá starfsfólki Reykjanesbæjar. Núna er það notað sem aðal rökin fyrir að ráða korter í fjárhagsáætlun, nýjan starfsmann og það er þá athugið verkefnastjóri, fræðslu og vinnuverndar. Og rökin sem komu var að við ætlum að vera fremst sveitafélagar ef varðar öryggismál og fleira og það er gott. Það er frábært, en er það eina sem við þurfum? Umhverfis- og skipulagssvið er að kalla eftir starfsmanni. Stjórnsýslusvið er að kalla eftir starfsmanni. Velferðarsvið er að kalla eftir starfsmönnum. Fræðslusvið er að kalla eftir starfsmönnum. Þannig að, og örugglega fleiri svið. Þannig að það er kallað eftir starfsmönnum allstaða frá. Og ef að hort er á Árborg sveitafélaga, þá skilja það mæta vel. Vegna þess að allan tíma, þegar var verið að tala að það væri óráðsía með rekstur sveitafélagsins, þá hefur Reykjanesbær verið aftarlega, í alvöru, aftarlega er varðar fjölda starfsmanna, þá má alveg segja það ef að hort er á Árborgina. En málið er að það er stundum verið að bera saman epli og appelsínur. Epli og appelsínur, varðandi fjölda. Varðandi menninguna þá hefur að vera miklu framar, varðandi velferðarsviðið, að einhverju hluti aftar og erum einmitt búin að samþykja fjölgun þar og svo framvegis. Varðandi mannauðssviðið þá er oft nefnt hvað margir er á mannauðssviði annar staðar, en þar er stundum launafulltrúar taldir með og svo framvegis. En rökin fyrir ráðningu, fræðslu og vinnuverndarfulltrúa verkefnastjóra þar finnst mér að mörgu leyti aðalrökin vera þau sömu og þegar er búið að ráða 2 starfsmenn í. Og það var ekki eina hlutverki þeirra, alls ekki, heldur var þetta hluta þeirra hlutverki. Takk. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, ég þarf aðeins að koma upp vegna þessa orða sem hér eru sögð. Það vitað allir hérna inni og víða um land að okkur lýðheilsufræðingurinn var ráðinn. Við riðum á vaðið eitt af fyrst sveitafélag til þess að vinna með lýðheilsun okkar og lýðheilsuvísa sem hafa verið okkur mjög í óhuga undanfarnum árum. Þess vegna lýðheilsufræðingurinn ráðinn og með bættum upplýsingum og bættri vinnu og stefnumótun lýðheilsu þá teljum við enn að það muni bæta heilsu manna og kvenna. Alveg ljóst. Lýðheilsufræðingur var aldrei ráðinn til þess að sinna veikum starfsmönnum innan dyra hjá Reykjanesbæ. Ástæða fyrir þessari ráðningu er að hluta til breytinga sem orðið hafa á starfsmannahaldi. Forvarnamál öryggismál eru færð til hjá umhverfissviði en talið var nauðsynlegt vegna þess þeirra gríðarlegu veikinda sem orðið hafa hjá sveitarfélaginu að færa vinnuverndina inn til mannauðsdeildar. Þetta var tillaga frá mannauðsstjóra sveitarfélagsins í ljósi þeirra miklu veikinda, langtímaveikinda sem hafa orðið hjá okkur. Mér finnst stundum þess að menn gleymi því að það var 24% atvinnuleysi hjá okkur. 24%. Það þýðir það að aðsókn á öllum sviðum Reykjanesbæjar þeir snýra framlagi, fjárframlagi, framfærslu hefur aukist gríðarlega eins og við höfum séð undanfarnar vikur og mánuði. Það sem er algjört og hefur verið kynnt sérstaklega fyrir okkur að það er gríðarlegt álag á starfsmönnum sveitarfélagsins, gríðarlegt álag. Við fórum í sérstaka vinnu til að taka út starfsemina hérna á velferðarsviðinu og það er gríðarlegt álag á starfsmenn og álagi hérna undanfarna mánuði og ár hefur verið meira heldur en nokkurs annars staðar á Íslandi. Þetta vitum við allir sem sitjum í bæjarstjórn.
Það eru tölur sem sína þetta og þess vegna fórum við í þessar miklu vinnu og skipulagsbreytingar sem við erum að gera á sviðinu til að reyna að minnka þetta álag og vinna betur. Og það þarf að ráða fólk í þau störf. Það er alveg ljóst. Það fjölgaðist þessu kjörtímabili eitt stykki í Suðurnesjabæ. Hjá Suðurnesjabæ starfa töluverður fjöldi manna, langt á 300 manns. Það var fjölgunin hjá okkur, hérna, á 4 árum, tæpum 4 árum. Og auðvitað þurfum við að bæta í starfsmannafjöldan vegna fjölgunar. Ekki getum við bætt endalaust ofan á nemendur í grunnskólanum, við erum að ráða kennara, sem og aðra starfsmenn. Og við vitum það öll sem hér er inni að við höfum farið mjög varlega í ráningum og það er alla tölur sem sína það, en við þurfum að fylgjast með og fylgjast að. Við getum ekki ætlast til þess að sveitarfélag sem núna orðið yfir 20.000 manns standi bara stað í ráningum. Það er enga veginn hægt, það bara er ekki hægt. Og það er kannski ákvarðað það, þegar menn tala það að skera niður og við þurfum að hagræða, eins og bæjarfulltrúar hafa nefnt hérna, þá vil ég benda ykkur aðeins á að þetta er það sem við höfum gert allan tíman síðan ég hef verið í meirihluta bæjarstjórnar undanfarin 8 ár. En það eru 5.000 manns í Reykjanesbæ sem eru á einhvern hátt tengd sveitarfélaginu eða þeim sem starfa hjá sveitarfélaginu. 5.000 manns. Þannig að hver uppsögn, hver breyting hefur alltaf áhrif á einhverja aðra. Þetta er gríðarlega stór vinnustaður og við þurfum að fara vel með. Við þurfum að halda utan á fólkið okkar eins vel og við getum. Við þurfum að sinna því og sína aga og aðhald, en umfram allt þurfum við að passa upp á fólkið okkar þannig að geta unnið sína vinnu. Þess vegna ráðum við 1 starfsmann til að sinna því sérstaklega og það verður hans aðalmál að skoða það og hvað við getum gert, og er ég bara mjög stoltur af því að taka þess ákvörðun 1, 2 og 3. Þó við ráðum engan annan á næsta ári. Mér finnst þetta bara nauðsynlegt, algjörlega nauðsynlegt að við horfumst í augu við það að við höfum ekki sérmenntaða starfsmann sem hefur tíma og getu til að sinna þessu. Við höfum það bara ekki. Á sama tíma á mannustildin er búin að spara á 2 milljóna í því að hætta aðkeyptri ráðgjöf á móti. Mér finnst það nú bara ansi frábært. Við þurfum líka að halda því fram sem vel er gert. Og það er nefnilega dálítið, eins og sumir tamt að segja hérna, epli og appelsínur, að bera saman lýðheilsufræðing og starfsmann sem að vinna í vinnuvernd. Þetta er náttúrulega bara epli og appelsínur. Þetta er gerólíkt. Við vitum það. Og mér finnst það ekki passa hérna við. Annað sem er ansi oft nefnt hérna eru viðaukarnir sem við tekið á þessu ári inn í fjárhagsáætlun. Það er náttúrulega breytingar á því formi sem haft við gerð fjárhagsáætlana. Áður fyrir voru það bara lagfærar á hausti og það stóðust alltaf áramót, en nú er það bannað. En það þarf að gera þetta með formlegum hætti og taka viðauka sérstaklega inn ef við þurfum að auka fjármagn í einhver ákveðna flokka hjá bænum. Það sem er áhugavert við þetta, að þegar menn skoða ári núna, síðustu 5 ár, þá sést að viðauki var frekar sjaldgæfur hér hjá okkur áður. En alltaf komið þeir reglulega vegna þess að það var til sjóðir hjá bænum, 200 milljónir, 100 til 200 milljónir og jafnvel meira eitt árið, sem var ekki búið að eyða. Hann var varasjóður ef eitthvað skildi gera sem þurfti að grípa til. En til þess að taka úr þeim sjóð, þá þurfti að koma með viðauka. Þannig að það voru til peningar, ég ætla að minna bæjarfulltrúa á það, fyrir þessum viðaukum. Mörgum þeirra voru til peningar. Þannig að það er ekki eitthvað sem kom út í bláin og við þurftum að fara að búa til einhverja peninga. Þeir voru til, mikið af þeim. En þegar sveitafélag er með 4. hvern íbúa sem er starfandi atvinnulausan, þá blæs á. Ekkert sveitafélag á Íslandi, ég ætla að endurtaka þetta, ekkert sveitafélag á Íslandi hefur lent í öðrum eins hremmingum varðandi atvinnuleysi í nútímanum eins og Reykjanesbær. Það var vont í hruninu, en þar fór það hæst í 3 mánuði 15%. Við fórum núna í 24%. Núna erum við komin í kringum 10.
sem er æðislegt, en auðvitað tekur þetta á og við getum ekki hent þessu öllu á starfsmenn og sagt því bara leysið þetta. Þess vegna gripu við til viðauka vegna þessara ótrúlegu stöðu sem við lentum í. Það var ófyrirsjáanlegt hvernig að þetta myndi verða svona, en bara svona til að skemmta ykkur aðeins, að þá kemur ljósa áætlun, fjárhagsáætlun síðast árs er að standa. Við erum ekki að eyða eins miklu eins og við héldum. Það hlýtur líka að vera dálítið hrós til okkar, að við erum ekki að eyða öllu því sem við ætlum að gera. Við stefnum allt í það að við komum betur út í heldur en fjárhagsáætlun sagði, og því ber að hrósa. Haldur Guðmundsson. Haldur Guðmundsson gerð svo vel. Já, takk. Virðulegi forseti og góðir bæjarfulltrúar og gestir. Það er mjög athyglisverð ræða sem formaður bæjarráðs var að flytja af því að hann var að samþykkja bókun á síðasta bæjarráðsfundi sem segir bæjarráð samþykkir að fela bæjarstjóra og framkvæmdastjórn að fara í samráði við stjórn og allt það, fari við tilgang, markmið og samfélagslegan ávinning af starfsemi allra eininga, sem sagt fara í gegnum alla starfsemina og skoða það hvort að við getum skora eitthvað staðar niður. Og allt í einu er þetta að fara að snúast að bókanir minnihlutans sé að skemma þetta allt, sko. Þetta er bara sameiginlegt verkefni sem við erum að fara í, og bókunin sem við skrifum öll undir gengur út á það. Ég hef ekki haldið mikið upp á þetta slagorð báknið burt. Þetta er alveg fjörgamalt, en skilningur forseta er á þá leið að það þýði minni velferð. Ég hef bara aldrei náð þessari tengingu, aldrei búið til þessa tengingu að báknið burt sé að draga úr velferðarþjónustu. Ég hef aldrei heyrt það. Þegar ég heyri báknið burt þá svona kveiknar ykkur, já, við þurfum aðeins að kíkja á það hvernig við erum að vinna hlutina. Getum við gert þetta á hagkvæmari hátt? Þurfum við alla þessa starfsmenn í vinnu við að gera eitthvað einfalt verk? Eins og segir bara hérna, stjórnendur fara yfir tilgang, markmið og samfélagslega ávinning af starfsemi allra eininga. Það er til dæmis hluti af því að garga báknið burt. Það er að fara yfir þessi mál. Athuga hvort við getum gert þessa sömu hluti og við erum að gera á hagkvæmari hátt. Þetta er það sem að öll sveitarfélög eru að glíma við. Allar stofnanir ríkisins að glíma við, svo ég tala nú ekki bara um einkafyrirtæki. Þannig að við viljum taka þátt í þessu og ég vona að við förum ekki í sama leikinn og í síðustu fjárhagsáætlanagerð. Mjög leiðilegur og niðurdrepandi leikur að segja, sko, þið sögðuð ekki hverjum við áttum að segja upp og hvernig við áttum að hagræða það. Þið kom ekki minna hana tillögur. Það er eins og að skrifist á minnihlutan að við áttum að hagræða. Við áttum að velja starfsfólkið til að fórna á þessu altari. Við getum ekki unnið þetta svona. Náttúrulega ef við kemum með eitthvað svoleiðis hugmyndir, að leggja niður deildir og segja upp fólki og velja bara, ekki af handahófi, heldur bara af kvikmyndaskapi eða einhverjum, rannsóknum eða úttektum, að velja starfsfólk sem við viljum losna við, leggja það fyrir bæjarstjórn. Það náttúrulega myndi fljúga í gegn, eða ekki? Nei, ég held ekki. Þetta er sameiginlegt verkefni sem við stöndum frammi fyrir. Þess vegna er bókunum voða fín. Stjórnendur, þegar þeir kalla okkur að borðinu og við erum að ræða fjárhagsáætlun, hvaða verkefni getum við verið að vinna í að næsta ári, þá getur þetta ekki bara verið mig langar í.
Þetta þarf að vera sko, hvað viljum við gera saman? Við þurfum að vinna sem samhentur hópur að þessu. Þannig að ég vona það að við förum ekki í þetta gagg sem við fórum í gegnum síðast. Við getum ekki verið að velja ykkur á bókasliklu og segja út með þetta og út með hitt. Þetta bara virkar ekki þannig. Sorry. En hvað hefur breyst á síðustu 5 árum? Því að formaður bæjarráðs minntist á hvað hefur mikið breyst, mikið vatn runnið til sjávar. Launakostnaður, til dæmis sveitarfélagsins, sem í dag 8,5 milljarðar, eitthvað sliðis. Við fengum ekki skatttekjur fyrir þessum launum fyrir 5 árum. Við hefðum aldrei getað borgað þessu laun fyrir 5 árum. Þessar skatttekjurnar voru það rýrar. Það voru miklu minni heldur en það náði ekki 8 milljörðum. Þannig að vissulega það er margt breyst. Og þess vegna þurfum við að tala alveg þetta. Það er mikið á okkur lagt og á tímabilið þá fer maður bara að fara í trúna og tala Jób, fara í Jóbsbók, Guð henti á hann alls konar kvillum. Þetta svona, já, ég ætla að taka á okkur varnarliðið, ég ætla að taka á okkur fjármálakerfið, ég ætla að taka á okkur VR, og svo ætla ég að senda COVID á okkur. Bara takið því og brosið og haldið áfram. En við þurfum náttúrulega að snúa bökum saman og vinna út úr þessu erfið ástandi sem við erum í. Takk. Jóhann Friðrik gerir svo vel. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar og áhorfendur og gestir. Það er rétt hjá bæjarfulltrúa Baldri, við tökum þetta bara allt í fangið og brosum og höldum áfram. Það er bara svo taktur sem hefur verið hérna á Suðurnesjum og við munum ekkert breyta því. Ég velti fyrir mig hvort að engisprettu faraldur sé það næsta sem geti komið í fangið okkur, en við munum þá bara taka á því líka. Það kemur svolítið óvart varandi það sem ég minntist á í fyrir ræðu minni sem sneri að tillögum aðhald eða útgjöld. Og í máli bæjarfulltrúans einhvern veginn virðist hann vera að víkja sér undan því af einhverjum ástæðum. Er það ekki bara tilgangur bæjarfulltrúa að koma með hugmyndir að því hvernig við erum að verja skatttekjum sem við fáum frá bæjarbúum? Er það ekki bara tilgangur okkar hér? Ég velti því fyrir mér. Að sjálfsögðu er enginn hér, að minnstu kosti ekki ég, að leggja til það að menn komi með tillögur að því að segja upp einstaka starfsmönnum. En stundum þurfum við að gera slíkt. Stundum þurfum við að segja upp fólki. Því miður. Ég held að það sem er kannski vegur þyngst í þessu, og þó svo að ýmsir hafi kannski skoðun á því hvernig við fórum í þessa vinnu fyrir ári síðan. Það má ekki gleyma því að sú vinna sem fór fram fyrir fjárhagsáætlunargerð í fyrra var gríðarlega ítarleg. Fengum mikið upplýsingum frá starfsmönnum sveitarfélagsins. Við bæjarfulltrúar vorum á ítarlegum fundum, skipti eftir skipti, til þess að skoða hvernig við getum haldið utan við rekstur sveitarfélagsins og gert það sem best. Ég er ekki vafa það að við munum gera það líka núna. En við erum vissulega í stjórnmálum, við erum í pólitík, við höfum mismunandi sýn á það hvernig á að verja velferð, hvernig við eigum að byggja upp, og það er bara alveg rétt. Við höfum mismunandi sýn á það og skoðun, og hún kemur fram hér í pontu, hún kemur fram í áherslu meirihluta, og mér sýnist öllum koma fram í áherslu minnihluta líka.
Í málefnasamningi þessa meirihluta kemur fram að árangri af uppbyggingu og aðhaldi og mun betri í rekstri sveitarfélagsins verði varið til velferðar í samfélaginu. Það bara stendur í málefnasamningi. Og þegar við fáum, eins og bæjarfulltrúi Baldur nefnir hér, eitthvað úr biblíunni í fangið, þá auðvitað verðum við bara að takast á við það líka. Og við verðum að forgangsraða því líka. Hvernig við gerum það verður okkar verkefni á næstu vikum. Og ég hræðist ekkert þá vinnu. Ég held að hún verði bara ljómandi fín. Og við munum á endanum koma okkur saman um það, hvernig við getum lagt fram góða fjárhagsáætlun í ljósi aðstæðna og samþykkt hér vonandi 11.0 í bæjarstjórn. Já, ágæti bæjarfulltrúar. Ég ætla að leyfa mér að halda því fram að Guð sé góður. Og þessar plágur sem á okkur voru lagðar, þær voru flest allar mannanna verk. Það voru kanarnir sem fórum í herinn og einhver staðar byggum menn til þetta COVID og hrunið var nú bara mannanna verk alla leið. Sko, það er erfitt að stundum að bera saman og talandi epli og appelsínur, bara kannski til að nefna það hér. Við erum með stórt fyrirtæki hérna fyrir ofan sem heitir Isavia með svipaða mannfjölda og hjá okkur. Þeir eru með 6 á mannesviðinu, við höfum verið með 2. Þannig að einhverju hluta vegna að telja þeir að það þurfi að hafa 3 sinnum meiri fleira starfsfólk inn á mannustöld heldur en við höfum haft. Ég skilða að það sé erfitt fyrir Baldur að tengja saman báknið og velferðina að því að báknið var búið til að, þetta slagorð báknið var búið til að hans flokksmönnum, talandi um blýansnagara og allt of mikið af fólkinu á skrifstofum sem gerði ekki neitt. Þannig hefur nú oft umræðan verið. En ég ætla bara ekki fólki það að sinni ekki vinnunni síni á kostgæfni. Ég bara líti ekki þannig á það. Það vil nú loða við marga. Ég hef nú ekki verið að eyða tíma í það að tala hér um þá stjórnmálaflokka sem að ég tilheyri eða sem ég ætla að fara í framboð fyrir. En það ég hef gaman að því að hlusta á marga sem ekki eru í sama flokki. Ég hafa mikinn áhuga á því að reyna að skilgreina þann flokk sem ég er í. Bæði til vinstri og hægri, eftir í svona hvernig vindurinn blæs hverju sinni. En mér fannst bara ágætt þegar ég heyrði greiningu Ólafs Þ. Harðarsonar á því hvernig kjósendur litu á Viðreisn. Það kom ekki nema 30% fylgi frá Sjálfstæðisflokknum. 30% fylgi kom frá Samfylkingu og 40% frá öðrum. Þannig að kjósendur voru ekkert að skilgreina Viðreisn til hægri og ég gerði það ekki heldur. Þannig að einhver, 30% kom úr Sjálfstæðisflokknum en jafn margir kom úr Samfylkingunni. Þannig að, en þetta er auðvitað bara svona samkvæmisleikur að skilgreina hvert annað og fyrir hvað við stöndum og hver við erum. Við erum, eins og hér hefur verið nefnt, í bara verulegum erfiðleikum. Við gátum leyst okkar mál á síðasta ári vegna þess að tekjutengdar atvinnuleysisbætur voru til staðar þá. Þær hafa minnkað vegna þess að réttur fólks hefur minnkað, en við fáum þó þetta núna að atvinnuleysi er að minnka og fólk er að koma til vinnu. En ég get bara sagt að ég er ekkert mjög bjartsýnn á að við getum búið til fjárhagsáætlun sem er þannig að hún sé hallalaus. Ég á alltaf svona á því að næsta fjárhagsáætlun verði með halla, verði lögð fram halla og við megum það að því að fjármálareglur sveitarfélaga voru setta til hliðar tímabundið á meðan að þetta ástand varir. Við náðum ágætlega í gegn á síðasta ári að vera réttu megin við núllið. Það var ekki að dæta sveitarfélag sem tókst það en að fara kannski úr 2 milljarða halla á þessu ári niður í 0 á næsta ári, það er bara allt og bratt.
vitandi það að sko kjarasamninga kennarar eru til dæmis lausir áramótin. Þannig að ég held að við hérna þurfum að vera tilbúin til þess að horfast í augu við þann veruleika sem að við okkur blasir. Mér langar líka að minna á það að við höfum gert einhverja svipaða og sambarilega hluti áður og við gerðum það sá meiri hluti sem að tók við hér 2014 með bæjarfulltrúa Gunnar Þórarinssyni innanborðs. Þá fórum við í svona skoðanir og veltum hverjum steini og reyndum að finna út hvernig við getum sko náð tökum á þessu. En þá, nota bene, greiddu sjálfstæðismenn atkvæði gegn okkur. Þegar við fórum að skoða fasta launasamninga, bílagreiðslur sem að voru ekki nýttar, þá greiddu menn gegn okkur. Þá voru menn ekkert að pæla í því að það þyrfti að skera niður. En vonandi hérna náum við einhverjum sameiginlegri niðurstöðu núna sem að leiði þá til þess að við séum ekki að skera niður þjónustu en við getum verið að skoða einhverja hluti sem að vert að hérna kannski bíða með. Einhverja fjárfestingar. Við stöndum hér í húsi sem að er undir þjónustu sem að er ólögbundin, menningarstarf, menningarþjónustu. Erum við til í að fara að loka ljómahöllinni? Eða að loka dúshúsinu? Við getum, sko, það eru stóra reyningar sem að kosta talsverða fjármuni. Erum við til í svoleiðis? Ég er ekkert viss að við séum til í það vegna þess að margt af þessu leitur fólk á þrátt fyrir að þetta sé ekki lögbundið, að þetta sé sjálfsögðu og eðlileg þjónusta sem sveitarfélag er að veita. Og við þurfum svolítið bara að nálgast það þannig, bara af einhver auðmýkt fyrir hérna, því hlutverki sem við gegnum og vonandi getum við hérna gert það þannig á þess að eins og Baldur hér nefnir að við séum hér að klóra hvert í annað. Gunni Birna, gerð svo vel. Kæri forseti, bæjarfulltrúar og gestir. Eitt í þessu máli varðandi þessa nýja verkefnastjórastöðu er að þetta er hrein forvörn. Ef að við erum að fara að sjá þetta háa veikindatölur eins og er komið nú þegar og fólkið innan Reykjanesbæjar hefur það miklar áhyggjur af þessu, þá dreg ég ekki í efa að ráðning verkefnastjóra sem titlar þessi mál eingöngu mun skila okkur miklu hærri tekjum í auknum forvörnum til að koma í veg fyrir langtíma veikindi seinna meir. Ef þetta er orðið vandamál hjá okkur núna og við bregðumst ekki við þessu, þá verður þetta mun stærra vandamál síðar. Við vitum að álaginu á starfsfólkinu okkar og við getum gripið inn í langtíma veikindi með því að hafa eitthvað með yfirumsjón með þessu, í staðan fyrir að nokkrir og sikkurum staðir að horfa til þess. Þannig að ég horfa á þetta sem hreina forvörn og sparnað til lengri tíma og það er eitthvað sem við þurfum að hafa í huga. Ef það er ekki þörf á þessu eftir ár, getum við bara sagt þessa stöðu. Ég held að í ljósi aðstæðna núna, þá er þetta dásamleg hugmynd og ég fagna henni. Takk. Forseti, bæjarfulltrúar, góðu gestir. Örlítið varðandi fylgi Viðreisnar að þá er eðlilegt að þessi 30% framsókn því að framsóknarflokkurinn fer frá vinstri til hægri og er þá að hluta til þar hægra megin en okkar bæjarfulltrúi hérna hallar sér til vinstri en það var hann fljótur í fangi á vinstrimönnum. Síðan ef við horfum á annað að þá var það ekki ég sem fann það upp að vinst væri að halla sér til hægri, heldur er það skilgreining sem að ég hlustaði á í sjónvarpinu frá fulltrúum Viðreisnar, að þeir skilgreindu sig þar, þannig að en við skulum bara leyfa þeim auðvitað skilgreina sig sjálfir en þetta var allavega það sem ég heyri þá segja. En það var ekki ástæðan fyrir að ég kom inn upp. Ég varð aðeins að skjóta. Ástæðan fyrir að ég kom inn upp er þegar við erum að tala fjölda manns á ákveðnu sviðum og áðan var að tala Ísafía og 6 manns á mannasviði. Verandi í ráðgjöf alla daga, mest í rekstrarráðgjöf,
farandi yfir starfsfólk á hinu og þessu sviðinu, að þá skulum við ekki fara þar. Það er mjög hættulegu samanburður. Ég hef verið að vinna með 2000 manna fyrirtæki, 3000 manna fyrirtæki og það er kannski einni mannustilt því að skipulagið er þar og þannig. Þetta er mjög mismunandi hvernig þetta er skilgreint. Þannig að ég held að það sé mjög erfitt að fara að vera með svona samanburð. Varðandi veikindin, þá er ég alveg sammála því sem bæjarfulltrúi Guðni Birna var að segja, að það er mjög gott að það sé einn starfsmann sem ætlar að hugsa um veikindin. Ég var ekki að segja þetta með lýðheilsufulltrúan. Þetta var eitt af þeim verkefnum sem lýðheilsufulltrúan átti að vera með að horfa til veikinda innan Reykjanesbæjar, starfsfólks Reykjanesbæjar, mannauðsráðgjafinn sem er kominn, hann átti að sjá um þetta líka. En við skulum horfa til þess í hvert einasta skipti sem er fjölga starfsmanni hjá Reykjanesbæ, þá er það ekki bara einhver blaðra sem sviðstjórnir koma með. Þetta er allt nauðsynlegt. Hvort sem það heiti viðbóta lögmaður eða lögfræðingur eða sálfræðingur og svo framvegis. Að lokum þá langar mig að nefna að það er mjög gott sem að meirihlutinn með Gunnari Þórarinsinni í forsvari að mínu mati fór yfir reksturinn. Það er mjög hollt að fara vel yfir reksturinn og skoða allar möguleika. En það sem Sjálfstæðisflokkurinn er með tjáð, þó ég ætla ekki að vera eldast í fortíðina, hafi hort til var að það var sagt upp samningu með fjöldamanns og það var hreinsað dálítið mikið út á velferðarsviðinu með því að taka ákveðið af þar sem var til þess að við mistum fjöldamanns þar. Og var mikið gagnrýnt sérstaklega innan skólana og á fleiri stöðum af því að ykkur er svo umhugað velferðarsviði að við mistum mikið á góðu fólki, en sem betur fer höfum við fengið einhvað tilbaka og það voru einhverjur af velferðarsviði sem stóðu áfram með okkur hér. En þetta er alltaf hættan þegar mikið rót er, en þetta er hollt alltaf að fara yfir rekstur, hvort sem þetta er fyrirtæki eða sveitafélag og horfa til, er þetta virkilega nauðsynlegt? Tala nú ekki að þessi stafræna umbreyting sem er að verða, það verða kannski störf þar sem er verið að biðja líka, en þá ætti kannski einhvers staðar annar staðar að verða til tilfærsla. Ég ætla að vona það. Takk. Já, ég tel eðlilegt að við virðum þess að tveggja uppkomu bæjarfulltrúa hér í pontu þegar að þannig er, nema fólk þurfa að svara einhverju sérstöku sem á það er borið, en ég held að það sé ekki í þessu tilfelli og þess vegna ætla ég að hafna erindi bæjarfulltrúa Samfylkingarinnar að koma hér aftur upp í pontu. Þá er komið ágætu bæjarfulltrúar að afgreiðslu þessara fundagerða. Þeir sem samþykkt geta fundagerð í bæjarráðs frá 27. ágúst og 2. september eru beðin að gefa merki. Og þær eru samþykktar 11.0 og þá er komið að lið númer 2 sem er fundagerð umhverfis og skipulagsráðs frá 3. september. Og þar eru nokkur mál sem við þurfum að afgreiða sérstaklega. Það eru 5 mál allavega og fyrst er liður númer 2 sem er Tjarnabraut 4. Þetta er niðurstaða grenndarkynningar og þarna er komið athugasemdir en með rökum umhverfis og skipulagsráðs þá var erindi samþykkt að heimild til að fjölga íbúðum en orðið laust þennan lið. Það er enginn sem að kveður sér ljós en sem samþykkt geta lið númer 2 er beðin að gefa merki. Hann er samþykktur 11.0. Þá er það liður númer 3 sem er Dalshverfi og Stapaskóli. Þarna eru deiliskipulagsbreytingar smávægilegar í Dalshverfi 1 og síðan í kringum Stapaskóla, orðið laust lið númer 3. Það er enginn sem kveður sér ljós undir þessum lið.
þeir sem samþykkja þetta lið númer 3 eru beðin að gefa merki. Og hann er samþykktur 11.0 og þá er það lið númer 4 sem er Hafnargata 12, breyting á deiliskipulagi. Þarna er verið að breyta bílastæðum úr því að vera í kjallara í það að færa það upp. Þannig að þetta fór í gegn án athugasemda þegar þetta var kynnt og það er búið að samþykkja það að senda þessu til Skipulagsstofnunar til endanlegrar afgreiðslu. Orðið er lausn um þennan lið. Það er enginn sem kveður sér hljós undir lið númer 4, þeir sem samþykkja þetta lið númer 4. Og hann er samþykktur 11.0. Þá er það liðið númer 5 sem er Hafnargata 20 og 20 og 8. Þar er að ræða að gerð var athugasemd frá Skipulagsstofnun við fyrir afgreiðslu og það er tekið á því og samþykkt að senda þetta aftur til Skipulagsstofnunar. Þeir sem vilja tjá sig þennan lið eru beðin að gefa merki. Það er enginn sem áskar eftir að taka til máls undir þessum lið. Þeir sem samþykkt geta lið númer 5 eru beðin að gefa merki. Og hann er samþyktur 11.0 og þá er það síðasti liður sem að taka þar til sérstakrar afgreiðslu, liður númer 7 sem fjallar bílastæði og lóðastækkun, orðalistum lið númer 7. Það er enginn sem óskar þetta taka til máls undir lið númer 7. Þeir sem samþykkt geta lið númer 7 eru beðin að gefa merki. Og hann er samþyktur 11.0 og þá gef ég orðið laust fundargerð að öðru leyti. Margrét Sandís gerði svo vel. Forseti, bæjarfulltrúar, góðir gestir. Ég kem hérna upp undir lið 11, flytja á nýtt deiliskipulag. Það er meira til þess að flagga að ég vil segja að ég fagna því þegar öflug fyrirtæki vilja koma á svæðið og fagna því að þessi útivistarparadís að verður enn betri með þessum hugmyndum sem eru sett fram, þar sem eru að efla lýðheilsu í nánd við náttúru og er alveg frábær hugmynd. Það sem ég vil bara flagga hér að menn átti sig á, eins og þið heyrðuð áðan þegar við fengum kynningu út af skipasmíðastöðinni. Ég hef aðeins áhyggjur af því og mér fannst skipulagsfulltrúi bara svara því vel áðan, en ég vil bara nefna þetta að það þarf virkilega að huga að því varðandi bæði hávaða og annað frá iðnaðarsvæðinu sem er þarna alveg við þá byggingu sem er verið að tala í rauninni að rísi þarna varðandi út af þessu deiliskipulagi. Þannig að ég vildi bara flagga þessu. Fyrst ég er einn uppi, þá finnst mér ástæða til þess að nefna eitt og vildi ekki vera að tefja fundin áðan varðandi þessar breytingar á Hafnargötunni. Af því að við heyrum mjög mikið talað þessar frábæru og framsæknu hugmyndir og teikningar sem hafa orðið á Selfossi, að ég verð að segja að mér líst mjög vel á þessar hugmyndir sem að eins og þetta liggur fyrir núna varðandi Hafnargötuna. Og ég held að við getum búið til stórkostlegt bæjarlíf í kringum þetta ef að þetta verður eins flott eins og myndirnar gefa til kynna. Og þannig að það er metnaður og ég vildi bara að það komi fram að ég er mjög ánægð með að mikið af þessum breytingum sem eru settar hérna fram og eru verið að senda núna til Skipulagsstofnunar svo einhvað sé nefnt. Takk fyrir. Takk fyrir þetta, Margrét. Það er ekki fleiri sem hafa kvatt sér hljós undir fundargerð Ösk. Þeir sem samþykkt geta fundargerðina eru beðin að gefa merki. Og hún er samþykkt 11.0 og þá var það fundargerð stjórnar Reykjaneshafnar frá 27. ágúst, orðið laust hana. Það er enginn sem kveður sér hljós undir þessum lið. Þeir sem samþykkt geta fundargerð stjórnar Reykjaneshafnar eru beðin að gefa merki. Hún er samþykkt 11.0. Þá er það liður nummer 4 sem er fundargerð barnaverndarnefndar frá 30. ágúst og hún er bara lögð fram ef einhver hefur áhuga á því að taka þetta til máls en ekki til afgreiðslu. Orðið laust og það er enginn sem kveður sér hljós undir þessum lið. Þá er komið að lið nummer 5 sem er fundargerð íþrótta- og tómstundaráðs frá 31. ágúst og áður en að forseti gefur orðið laust þessa fundargerð þá vill forseti gera tillögu sinni að 4. liði verði vísað í bæjarráð.
Það að ræða tillögu frá IT að stofnaði verði stýrihópur sem að fara yfir fjárfestingaráætlun íþróttamannvirkja og ég held að það sé rétt að við tökum málið til bæjarráðs. En orðið laust fundargerð IT-ráðs. Halldór og Fríða, gerðu svo vel. Forseti, bæjarfulltrúar og gestir. Mér langar bara að nefna hérna, ég fagna þessu áður fjölbreyttu starfi í sveitafélaginu okkar í íþrótta- og tómstundamálum fyrir alla íbúa óháð aldri, áhuga og færni. En hvort sem við lítum til rótgróna starfsemi sem hefur verið boðið upp á hérna í sveitafélaginu eða einhverja atriða sem hafa verið hérna yfir sumatíman eða þegar við erum að ræða uppbyggingu til framtíðar, þá erum við með öflugt og fjölbreytt starf sem við getum verið virkilega stolt af. En að öðrum ólöstuðum þá langar maður að draga sérstaklega fram einn lið í þessari fundagerð og það er fótboltanámskeið Keflavíkur á Ásbrú. Þar sáum við að lagfæringar á fótboltavelli urðu til þess að hægt var að bjóða upp á fótboltaæfingar í sumar. Í skýrslu Keflavíkur sem fylgir þessari fundagerð kemur fram að fjöldi barna mætti á æfingar og ákveðin hópi mætti á allar æfingar sem í boði voru og munu vonandi halda áfram að æfa eftir að þessu verkefni lauk. En að mínu viti þetta fyrirmyndaverkefni í hverfi sem stækkandi, mun bara stækka og ég sé ekki annað en að það séu gríðarleg tækifæri fyrir félög í sveitafélaginu að kynna starfsemi sína enn betur fyrir börnum og foreldrum þeirra til að vera vissum að þau séu meðvituð þau fjölbreyttu tækifæri sem boðið er upp á hér í sveitafélaginu. En þannig geta börn á öllum aldri tekið virkan þátt í því frábæra íþrótta- og tómstundastarfi sem í boði og við erum svo ótrúlega stolt af. Takk fyrir þetta. Það hafa ekki fleiri Margrét Sandís. Forseti, bæjarfulltrúar, góðir gestir, örstutt, það út af erindi Sundráðs og mér finnst þar sem að Sundráð það út af ég verði eiginlega bara að þeir eru að tala varðandi úthlutani styrkja vegna Íslands og bikarmeistaratitla. Þá niðurstaða íþrótta- og tómstundaráðs eða þeir segja að þeir óska eftir hugmyndum Íþróttabandalags Reykjanesbæjar hvernig mögulegt er að breyta reglum úthlutani styrkja vegna Íslands og bikarmeistaratitla. Mér finnst þetta góð tillaga, en ástæðan fyrir að ég kem hérna upp að við ræddum það að þarna mætti bæta við og fyrst að við höfum sviðsstjóra fræðslu og fræðslustjóra hér að þá teljum við að þarna þurfum við að horfa til hvað önnur sveitafélög eru að gera og teljum að það sé svolítið okkar hlutverk sem sveitafélags að kanna hvernig þetta hjá öðrum sveitafélögum og auk þess fá hugmynd Íþróttabandalags Reykjanesbæjar hvernig mögulegt að breyta reglum. Þannig að það séu viðbótar upplýsingar af því að þetta stórt mál, þannig að það eðlilegt að sjá bara hvernig aðrir að gera þetta. Takk. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, aðeins vegna þessa. Það ljóst að önnur bæjarfélög veita ekki styrki til einstaklinga sem vera bikarmeistarar eða Íslandsmeistarar. Aftur á móti það hópa íþróttur sem heill hópur fær og við höfum möguleika á að lagfæra þetta með því að verðlauna sundfélögin ef þau vinna til að mynda eins og AMI. Þannig að það möguleiki fyrir okkur að gera það sama og líta á þetta sem hópíþrótt. Þannig að það var hægt að gera það. Og finnst mér það bara eðlilegast að það sé gert þegar félagi vinna svona að sigra. Takk. Takk fyrir þetta. Það hafa ekki fleiri hvassi ljósundir lið nr. 5 eða fundagerð íþrótta- og tómstundaráðs. Þeir sem samþykkt geta fundagerðina beðin að gefa merki. Hún samþykkt. Nei, fyrirgefið. Forseti gleymdi sér.
gleymdi tillögunni sem að hann laði sjálfur fram að vísa fjórðamáli til bæjarráðs. Þeir sem samþykkt geta það eru beðin að gefa merki. Það er samþykkt 11-0 og þá greiðum við atkvæði um fundargerðina. Þeir sem samþykkt geta fundargerð í til ás eru beðin að gefa merki. Og hún er samþykkt 11-0 og þá er komið að lið nr. 6 sem er fundargerð fræðsluráðs frá 3. september. Orðið er laust. Halldór Fríða gerir svo vel. Forseti, bæjarfulltrúar og gestir. Fyrst vil ég fagna metnaðarfullu menntastefnunni með opnum hug og gleði hjarta sem verður reynda tekið fyrir hérna á eftir. En mér langar að ræða hér sérstaklega verkefni skólaslit sem hefur vakið athygli víða og ekki er ólíklegt að þetta verkefni sem styrktir af Sprotasjóði muni vekja athygli á landsvísu. Verkefnið er samstarfsverkefni fræðslusviða Reykjanesbæjar, Suðurnesjabæjar og Voga, allra grunnskólasveitarfélagana, þar sem áhersla er að skapa spennandi lestrarupplifun fyrir nemendur í skólum sveitarfélagana með sérstaka áherslu á drengi þó að allir muni njóta. En það eru fleiri sem koma að þessu verkefni eins og Bókasafn Reykjanesbæjar og Fjörheimar og í upphafi var gerð könnun á áhugasviði drengja og þeir spurðir að því hvað gæti aukið áhuga þeirra á lestri, hvaða lestraform hentaði þeim best og ýmislegt fleira, en eins voru feður beðnir að svara nokkrum spurningum sem sneru meðal annars að sýnileika lestus á heimili og viðhorfi þeirra til lestus og lestrarþjálfunar. Þessi undirbúningsvinna er að mínu mati til fyrirmyndar. Ég vona að við sem erum hér munum fylgjast vel með verkefninu og taka þátt í því með börnum okkar og barnabörnum, en það hefst 1. október og því lýkur 31. október og þessar dagsetningar er engin tilviljun, þar sem þema verkefnisins er hrekkjavaka og mun Ævar Þór Benediktsson, leikari og rithöfundur, leiða verkefnið með því að skrifa 1 kafla á dag, alla daga vikunar, líka helgar og birta á vef verkefnisins sem er skólaslit.is og því mun byggjast upp spenna, jafnt og þétt, sem nær hámarki á sjálfri hrekkjavökunni. En þetta stóra verkefni er aðeins eitt af mörgum þróunarverkefnum sem við heyrum af þar sem starfsmenn sveitarfélagsins sem starfa af hugsjón fá hugmynd að risastóru verkefni sem eru samfélaginu mikilvæg, leita leiða til að fjármagna þau eins og svona í gegnum styrkjakerfi og keyra þau svo áfram að krafti. Þannig ég hvet okkur öll að fylgjast vel með þessu. Takk fyrir þetta, Halldóra. Anna Sigríður gerir svo vel. Forseti, bæjarfulltrúar og gestir. Já, ég kemur þér fundargerð fræðsluráðs. Mér langar að rétt að nefna hérna mál nr. 3 sem er þjónusta talmeinafræðinga. Ég er ánægð að sjá að sé mögulega hverju breytingar varðandi talmeinafræðinga, en það er svona eitt af því sem að mér finnst vera mikilvægast í skólum á yngsta stigi og jável bara yngra heldur en á yngsta stigi grunnskóla, einnig í leikskólunum okkar, að spotta strax út börnin sem þurfa aðstoð talmeinafræðinga að halda. Ég man eftir því þegar ég byrjaði með börnin í grunnskóla 2011, þá var mjög góð þjónusta hér og greinlega voru við vel mönnuð af talmeinafræðingum og foreldrar þurfti ekki að óska eftir því að fá tíma hjá talmeinafræðing fyrir barnið sitt ef að barnið kunni ekki að segja einhvern bókstaf þegar byrjaði í grunnskóla, heldur eftir 1 mánuð þá kom kannski barnið heim með lítið verkefni sem átti að æfa sig í örfáa vikur áður að náðu tökum á lestri sem snéru kannski þeirra vandamáli varðandi tal og lestur. Þannig að þetta er mjög mikilvægt varðandi þjónustu. Það er ekki bara það að biðlistar eftir sálfræðingum lengjast, það er klárlega einhverju biðlistar eftir talmeinafræðingum. En líka hérna mál nr. 4, eins og hún Halldóra Fríða fór yfir, virkilega spennandi læsisverkefni og
ég bara mig langar að hrósa þeim sem að fengu þessa hugmynd og taka lesturinn bara yfir á annað stig, algjörlega. Ég er spennt fyrir þessu og börnin mín líka þráttur að vera orðnir úlingar. Og efsti liðurinn menntastefnu, en þá tökum við hana fyrir eftir og getum við rætt hana betur. Takk. Takk fyrir þetta. Það hafa ekki fleiri kvað sér hljós undir lið nr. 6, en þeir sem samt geta fundargerð fræðslur frá 3. september beðum að gefa merki. Og hún er samþykkt 11-0 og þá er komið að síðasta lið þessa fundar sem er menntastefna Reykjanesbæjar frá 2021 til 2030. Og menntastefnu Reykjanesbæjar sem hefur fengið heitið með opnum hug og gleði hjarta er ætlað að veita leiðsögn og innblástur öllum þeim sem koma að starfi með börnum og ungmennum í sveitafélaginu. Að vísa veginn og leiðbeina hvernig nám, leikur, listir og íþróttir flétta saman og stuðlar að því að börn og ungmenni öðlist góða alhliða menntun og séu virkir þáttakendur í fjölbreyttu samfélagi. Undirbúningur af menntastefnu Reykjanesbæjar hefur staðið yfir í það bil 1 ár. Tilbúin stefnudrög voru lögð fyrir fræðsluráð 4. júní síðastliðinn, þar sem samþykkt var að vísa þeim til nefnda og ráða bæjarins. Nú hafa öll ráð og nefndir tekið stefnudrögin til umfjöllunar og veitt þeim umsögn sína. Þá samþykkti fræðsluráð á fundi sínum þann 3. september síðastliðinn að vísa drögum að menntastefnu til umræðu í bæjarstjórn í samræmi við samþykkt stjórn Reykjanesbæjar og fundarsköp bæjarstjórnar. Menntastefna Reykjanesbæjar tekur mið af grunnstefnu sveitafélagsins sem ber heitið í krafti fjölbreytileikans og stefnu áherslu hennar börnin mikilvægust ásamt barnasáttmála og heimsmarkmiðum Sameinuðu þjóðanna. Menntastefna fyrir Ísland til 2030 er einnig höfð til hliðsjónar sem og gildandi aðalnámskrár leik-, grunn- og framhaldsskóla. Menntastefnan sem tekur nær til allra barna og ungmenna í Reykjanesbæ inniheldur 1 meginmarkmið, 3 leiðarljós og 5 stefnu áherslur sem Reykjanesbær vill að endurspeglist í öllu skóla tómstundastarfi. Fjölskipaður stýrihópur hagaðila kom að mótur stefnunar ásamt því að leita var til barna og ungmenna og fullorðina með það fyrir augum að draga fram helstu áherslur og forgangsatriði. Beitt var ýmsum aðferðum í því efni og má meðal annars nefna kannanir og rýnisamtöl við minni og stærri hópa fólks á ólíkum aldri. Formleg innleiðing menntastefnunar sem gildir til 2030 hefst nú í haust og er lögð mikil áhersla á að kynna áherslur hennar vel innan menntasamfélagsins. Gert er ráð fyrir að hver stofnun innan fræðslusviðs gerir sína eigin aðgerðaráætlun til 3 ára í senn sem byggir á stefnunni. En tekur leið mið af aðstæðum á hverjum stað. Fræðsluskrifstofan mun svo leiða þá vinnu og styðja vel við bakið á sínum stofnunum í gegnum innleiðingaferlið. Forseti vill fyrir hönd bæjarstjórnar þakka ritstjórn og stýrihópi og öllum þeim fjölmörgu sem komu að gerð þessar nýrra menntastefnu fyrir velunnu störf og hlakkar til að vinna að framgangi hennar. Og mér langar að lokum að nefna að þetta var fjölskipaður hópur eins og segir sem kom að þessu og í stýrihópnum sátu 17 einstaklingar. Verulegur hópur sem hefur komið að þessu og í ritstjórninni sjálfri þar sem að hlutirnir voru dregnir saman og sátu 4 einstaklingar og fræðslustjórinn okkar Helgi Arnarsson bar ábyrgð á öllu saman. En orðið laust menntastefnu. Baldur Guðmundsson gerir svo vel. Virðulegur forseti, góðir bæjarfulltrúar og gestir. Þetta er bara mjög flott skjal sem hér er lagt fram sem menntastefna. Eins og kemur fram þá er stór hópur á bakvið þetta og það er leitað í
ný samþykta menntastefnu stjórnvalda og þetta er alltaf vinnu góða og hér eru svona jákvæð og góð markmið sett fram en ég ætla aðeins ekkert að setja út á þetta, heldur bara að brýna okkur að það sem skiptir síðan mestu máli er hvað ætlum við að gera með þetta. Að þetta leggjum við eitthvað fram og það er lagt upp með það að hver stofnun innan fræðslusvið gerir sína eigin aðgerðar áætlun stendur af vísu. Ég ætla að vona að þetta sé eigin aðgerða áætlun, að hver stofnun fái fleiri en eina aðgerð. Þetta er bara smá innsláttar. Jæja. En ég ætla bara að minna á það að þetta er, þetta er mjög flott leiðarljós, meginmarkmiðin góð, en við verðum að stíga næsta skref strax og eiginlega bara með nánast. Hvernig ætlum við að gera þetta? Hvaða aðgerðir förum við í? Takk fyrir þetta, Baldur. Anna Sigríður, gjörðu svo vel. Forseti, bæjarfulltrúar og gestir. Já, ég fagna þessari menntastefnu. Hún er gríðarlega vel skrifuð og já, eins og Baldur sagði, það er allt mjög jákvætt og ótrúlega margt flott og margt sem er í rauninni búið að framkvæma og ég er svona hjó til dæmis hérna eftir börnin mikilvægust þar sem að við erum að taka íþróttir og tómstundir með menntun og gerðum það einnig í síðustu menntastefnu að það stendur hérna allt starf með börnum og ungmennum og snúast að auka farsæld þeirra og skapa aðstæður þar sem þeir fá tækifæri til að vaxa og þroskast í öruggu og hvetjandi umhverfi. Í skóla, íþrótta og tómstundastarfi er lögð áhersla á að leiðbeina sérhverju barni og styðja svo það uppgöti styrkleika sína, efli færni, öðlist jákvæð sína á lífið og viðhaldi heilbrigðan lífstíl þannig að það sé best í stakk búist til takast á við þær áskoranir sem mæta því hverju sinni. Það er margt í þessum orðum og góðum setningum sem við erum nú þegar farin að stað með. Bara eins og verkefni sem fór að stað hérna strax í upphafi ágústmánaðar að það kæmi bíll í frístundaskólana og myndi skutla krokkunum í íþróttir og eins kom fram hérna á einhverjum fundum daginn að það væri búið að margfaldast meir en helmingi fleiri börn í frístundaskóla núna heldur en í fyrra að það er eins og við vorum tilgangurum með þessu að ýta undir að fleiri börn verða að hreyfa sig og viðhalda heilbrigðum lífstíl. Það er margt í stefnunni sem við erum að gera og auðvitað með öllum stefnum hvort sem það er að menntastefna eða heilsustefna eða eitthvað annað, það þarf alltaf að fylgja einhver aðgerðaáætlun og hvernig ætlum við að framkvæma hvert verkefni fyrir sig og með opnum hug og gleði í hjarta. Þetta er, ég myndi vilja sjá alla fara þannig inn í skólan að hausti til. Ég sem foreldri fór kannski ekki með einhverja rosalega gleði í hjarta núna fyrir þennan veturinn og það er bara ástæðan fyrir því að ég er svona fyrir þennan veturinn að hann aðeins að velta fyrir mér hvernig verður alla krakkana sem verða sendir heim í sóttkví? Hvernig kennslu fá þau? Öll börn hafa rétt til einkalífs, frjálsar hugsunar og tjáningar. Hvað með öll börn hafa rétt til náms? Mér finnst það einhvern veginn hafa svona bara gleymst núna. En fjöldi barna er náttúrulega send heim í sóttkví úr grunnskólanum okkar og líka leikskólanum. Og mér finnst svona aðeins að gleymst hvernig standa þau og hvernig eru hinn börnin í skólan. Eru þau öll að fá sömu kennslu? En þetta kemur náttúrulega sjálfsögðu ekkert fram í menntastefnu og kemur henni ekkert við, en við þurfum samt að hugsa að þegar við erum að tala börnin eru mikilvægust. Við erum að senda einhver skilaboð með stórum setningum. Hvernig ætlum við að hugsa öll börnin sem eru ekki í skólan? Hvaða rétt hafa þau? Þannig að það er mikilvægt að með öllum stefnum, og ekki bara menntastefnum eins og ég sagði áðan, að það fylgi einhver aðgerðaáætlun og hvernig við ætlum að fara að því að framkvæma það sem við erum að segja. Hvaða skilaboðum erum við að koma til foreldra, kennara, nemenda og allra sem að koma að skólamálum. En þetta er rosalega vel skrifuð stefna
og margt ótrúlega faglegt og flott í henni sem að mér líst mjög vel á. Ég bara þakka þessum 17 einstaklingum sem koma að stefnunni fyrir góð vinnubrögð. Takk. Takk fyrir þetta. Það hafi ekki fleiri kvassi hljós undir þessu lið. Jú, Friðjón Einarsson, fyrirgefðu. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, ég vil nú bara nota tækifæri og hrósa öllu þeim sem komu að gerð þessara stefnu. Hún hefur farið í yfirlestur í öllu nefndu bæjarins og kom fyrir bæjaráð og þar var ekki að gera neina athugasemdir þar. Þannig að mér finnst þetta ótrúlega vel lukkað og vil hrósa ykkur öllum og kannski sérstaklega fræðstjóra fyrir þetta. Takk. Takk fyrir þetta. Það hafi ekki fleiri beðið um orðið. Þá ætla forseti að gera það tillögu sinni að við vísum stefnunni til seinni umræðu á næsta bæjarstjórnarfundi sem er þá 21. september. Þeir sem samþykkt geta þá tillögu eru beðin að gefa merki. Það er samþykkt að vísa menntastefnunni til seinni umræðu 21. september. En ágætu bæjarfulltrúar, þá erum við búin að tæma dagskrá og við munum gera hlé á fundinum til að ganga frá fundagerð. En af því að við samþykjum síðan fundagerðina rafrænt, þá segir forseti þessum 615. fundi bæjarstjórnar Reykjanesbæjar hér með slitið.